Nú ætlum við að fara yfir Flexbox en það það sem við munum nota til þess að stýra útlitinu á vefjum okkar mestmegnis hérni frá. Við munum líka skoða hvernig við notum CSS Grid í næsta fyrirlestri og aðeins skoða hver munurinn á því, hvað þetta grid versus hvað í raun layoutið, hvað í raun það sem ég að birta, hvernig tölum við hvernig síðan skipuleggjum við CSS verkefninu okkar, af því að ólíkt svona hardcore innan einhverja gæslappa forritunarverkefnum þá miklu erfiðara og miklu flóknara að skipuleggja vel stór CSS verkefni og það bara fjári erfitt af því að það svo auðvelt að komast í það að fara niður einhverja ákveðna leið þar sem að allar breytingar og allt útlit orðið alveg súper brothætt. Ég má varla bæta við þessu, þá brotnar eitthvað annað og þá þetta svona eins og að reyna að halda í 20 strengi sem að halda upp í húsunum hans í einu. Ef ég sleppi einum þá og svo einhvern veginn þá bara einhvern veginn hrynur þetta allt niður í kringum hann. Það er mjög mikilvægt að vera með eitthvað skipulag og vera með eitthvað rauðan þráð í gegnum hvernig við skrifum CSS okkar. En ég aðeins að laupa undan mér. Við ætlum að skoða núna Flexbox. Af því að þetta sem þið að nota núna í verkefni 3, position og float, var það eina sem við höfðum til að gera útlit í langan tíma. Síðan, eins og við sjáum í næsta fyrirlestri, þá kom inn þetta responsive web design hugtak fyrir ekki nema 10 árum síðan. Og þegar það kom inn, þá var það bara eitthvað, ok, hvernig á að geta díla við skjái sem ekki alltaf bara af 3 skjástærðum eða nota þessi nýju fallegu tæki sem allur skjárin hægt að birta eitthvað á hann sem var alveg svakalega revolutionary og náttúrulega iPhone kom út fyrir 14 árum og þá var hann náttúrulega engan veginn eins og hann í dag en þetta samt ótrúlega stutt allt saman síðan þetta gerðist og svona í stóru myndinni við hefum verið 30 ára tölvunarfræði sem slík svona eitthvað sem getur notað 50 og eitthvað þannig að þetta rosalega ungt fag en allavega CSS og layoutið og það var í raun bara fór einhver hjá W3C í það að búa til og hugsa hvernig getum við búið til tekið þessi box og gert þau flexible búið til eitthvað svona flexbox og þá var það í raun þetta eftir mikla bara vinnu og það að skoða hvernig var í raun hægt að gera þetta af því að þessi staðlavinna rosalega mikið það bara að skoða allt niður í hörkul bara fara ok, ég ætla að hugsa öll edge casein ég ætla bara að reyna að gera eitt kerfi sem virkar fyrir bara eiginlega öll þau case sem við sjáum í dag og sem við sjáum ekki fyrir í framtíðinni þannig að þetta alveg svona súper flókin vinna og oft unnin bara af einhverjum 5-10 einstaklingum, bara eitthvað fólki sem bara brennur fyrir þessu það sem þau ákveða og það sem þau gera endurspeglað síðan og mótar bara heila atvinnugrein í mörg ár bara þegar þau ákveða hvernig þetta varð staðlað þá bara vefforritarar sem vinna í layouti bara allan daginn eitthvað að brasa í Flexbox betur fer Flexbox bara mjög solid svolítið svona bara eins og í öðru í þessu svona, ákveðin tími sem maður þarf til þess að komast inn í þetta og læra inn á þetta en þetta í raun bara annað gildi, annað lykilorð sem við setjum í display eigindið og með því þá segjum við því elementi sem valið að verða að flex container og nota Flexbox algoritman til þess að raða börnunum sínum. Við getum líka sett inline flex og þá í raun foreldrið inline þannig eins og inline block, þá raðast það inline í eðlilegu flæði og þá það fyrsta svona sem við þurfum að hugsa það að við erum með flex container og við erum með flex items sem börnin þannig þegar við segjum eitthvað flex, display flex þá það að fara að vera container, flex container þannig að allt efnið, öll element innan þess sem þá bara öll element, HTML element innan þess verður raðað eftir því hvernig við skilgreinum að röðunin á sér stað með Flexbox algoritmanum á þessum flex items. Og við það að færa okkur úr því að vera í display flex úr því að vera display block eða display inline
að þá breytist það hvernig margin er reiknað á þessi element. Og þá það eins og við sáum að margin auto virkar á vinstri og hægri eða inline eigindin á boxum, að þegar við segjum að eitthvað element er display flex þá á það líka við blokk ef við hugsaum í logical eða top og bottom. Þannig að fyrsta sem að Flexbox gerir er að leysa verkefni sem var mjög erfitt að leysa, sem var það að miðja eitthvað nákvæmlega með CSS. Að segja ég er með eitthvað box, ég er með eitthvað element, sama hvaða dimensions það er með, hversu breytt eða hátt það er, ég veit bara eitthvað að lendi smack in the middle of it. Og þá getum við gert það með því að segja eitthvað display flex og flex itemið innan þess er með margin auto og þá fer það bara nákvæmlega í miðjuna. Síðan er annað sem var mjög flókið að gera, eða það var ekkert flókið, það var bara ekkert hægt, sem var það að stundum skipti skilgreiningarröðin á HTML máli þegar við erum að reyna að raða upp útlitun okkar og við höfum bara ekki möguleika á því að breyta því hvernig elementið er, bara þetta paragraf er alltaf á eftir þessu heading og það er ekkert sem ég gert, en útlitið vill einhvern veginn að það breytist fyrir ofan eða einhvern veginn. Þannig að þá getum við breytt því hvernig þetta flex item er raðað með því að nota order eigindið og þá getum við gefið því hærri tölu, þá fer það niður röðina, eða við getum gefið því neikvæða tölu og þá drögum við það upp röðina, þannig að við getum sagt order 2.-1 og þá dregst það item fyrir ofan itemið sem er undan því. Þannig að getum við endurraðað því hvernig hlutirnir eru. Þannig að þá verður svona HTML skilgreiningarröðin svona, hún verður minna mál. Við losnum ekki alveg við það, til dæmis seta index vesnið sem við sáum í seinasta tíma er ennþá issue, en þetta leysir eitthvað. Og þá er sjálfgefið er order 0 á öllum, þannig að þau eru bara með 0 og raðast þá eru bara í skilgreiningarröð. Þannig að þá höldum við bara áfram og þetta byrjar bara svona voðalega bara eitthvað óspennandi að við erum með eitthvað strong hérna og við erum með eitthvað box og þetta hérna segir bara eitthvað display inline flex, en þá sjáum við bara við það að vera með það ekki eða setja það sem flex breytir í raun hvernig högunin er. Þannig við sjáum að ef við erum ekki með þau þá erum við með þau í eðlilegu flæði þar sem öll þessi div fá display block bæði af því að við erum með það hérna og líka út af því að div er með það sjálfgefið, en með því að segja display flex á þennan hérna elementið sem er containerinn, flex containerinn eða foreldri allra þessar hérna þriggja elementa sem eru þá börnin eða flex items, að þá raðast þau lárétt. Síðan ef við viljum eitthvað sé algjörlega miðjað, þess að þetta er alltaf miðjað út frá því hvað skjárinn er stór, að þá setjum við bara display flex á foreldrið. Hérna segjum við reyndar til þess að bara gefa foreldrinu hæð, af því að það þarf að vera með eitthvað hæð, þannig við segjum bara hæðin á foreldrinu og vera jöfn hæðinum á glugganum og síðan fyrir boxi þá segjum við bara margin auto og þá miðjast það nákvæmlega, annars fer það bara upp þarna og þetta þá virkar hérna bæði á top og bottom. Þess að röðunin í Flexbox byggir á tveimur ásum sem við höfum og þá er í raun þetta svona lýsingarmyndin fyrir þetta og þarna kemur í raun aftur þetta logical properties hugsun sem við erum með, að það var viljandi tekin ákvörðun það að kalla þetta ekki horizontal eða vertical axis, það var ákveðið að kalla þetta main axis og cross axis. Þannig að við erum í raun grunninn með þessa tvo ása sem er þá main axis sem er þá í raun gengur sjálfgefið frá vinstri til hægri og svo erum við með hotréttan cross axis á hann sem gengur þá frá topp niður í botn. Og svo er þetta flex container hérna utanum þetta og þessi sem er merkt 1 og 2 eru flex itemin innan hans. Þannig að þá sjáum við í raun ástæðuna fyrir því að þessi röðun átti sér stað þarna og á sér stað er það að það er raðað eftir main axis default. Og síðan höfum við eitthvað byrjun og enda á báðum ásunum, main start, main end, cross start eða cross end, en það er eftir yfirleitt kallað flex end og flex start. Svo hefur við eigindi eða property sem heitir flex direction og það skilgreinir bara hvað er aðalásin.
og sjálfgefið það row sem þá í röð frá vinstri til hægri, eða þá ef að tölvan eða vafrinn eða tækið sett þannig upp að það sé öfugt lesið, þá það frá hægri til vinstri. Síðan getum við gert row reverse sem bara snýr þessu við hvort heldur sem Ef við lesum frá vinstri til hægri verður það hægri til vinstri, ef við lesum frá hægri til vinstri verður það frá vinstri til hægri. Sama með crossásinn, að þá getum við sagt flex direction column og þá snýst módelið við myndin í 90 gráður og það sem var áður cross axis verður main axis og það sem var main axis verður cross axis og þá verður aðalásin frá toppi til botns, eða ef við segjum column reverse þá verður hann frá botni til tops, eða þá ef við lesum frá toppi til botns þá snýst þetta allt við. En þetta allt óháð því hver, það ekki verið að segja neinn physical property nöfnandinn, það ekki verið að segja left eða right eða bottom eða top og þetta allt saman viljandi gert. Þannig að þá, ef við snúum þessari mynd, þá getum við séð að við getum látið þessa punkta byrja hvar sem í, eða ekki hvar sem heldur, á öllum 4 hliðum boxins. Síðan við með flex línur og það það þannig að sjálfgefið, ef ég segi að eitthvað container, eða eitthvað box, eða eitthvað element sem ég búinn að velja, þessi display flex, og ég set síðan button, það á þessu button, eða flex items, að þá þau sett á þennan aðalás bara eins og bara hægt eða bara, þau bara öllum tróðið þarna. Og þá getum við hugsað þetta eins og þau búin að vera að skoða float, og það þarf ekkert mikið til, það bara að klára þetta 100% pláss sem að containerin með, þangað til að hluturinn fer niður í nýja línu. Og við höfum eitthvað stjórn þar, bara, ef pláss ekki nóg, þá bara hlutum ítt niður. Og þá þetta, ok, hvernig getum við þá hugsað þessi item sem á þessum ásum, hvernig getum við hugsað þau þannig að þau taki sér einhverja stærð, einhverja breidd og einhverja hæð, en við getum samt einhvern veginn stýrt því hversu mikið þau stækka eða minnka. Og þá það aftur að því að vefurinn svona flexible og hann birtist í alls konar stærðum. Ef ég með mikið pláss eða lítið pláss, þá breytist það hvernig hlutirnir haga sér á þessum flexlínum. Og þá getum við líka sagt, þetta flex item sem kannski með textan, sem með það sem þarf og ég veit að mun þurfa mest pláss. Ég vil að það taki til sín allt auka pláss sem verður til staðar í útlitinu. Og svo getur líka skilgreint þá og þá get ég bara ákveðið, það ákvörðun sem ég tek að segja að þessi item, ef þau fá ekki nóg pláss, það ekki lengur pláss í containerinum, að þá fara þau í nýja línu og það gerum við með því að nota flex wrap propertyið og þá no wrap sjálfgefið, þeir segja bara að það ekki rappað í nýja línu, svona sem við erum með þegar texti fyrir nýja línu, það þetta wrap kemur þaðan, en ég get sagt bara wrap og þá þýðir það bara leið og algoritminn eða plássið sem til staðar að það fer yfir einhver mörk sem þá bara pláss, samtala pláss barnanna fer yfir pláss foreldrisins að þá fer næsta barni bara niður í nýja línu og það haldið áfram að reikna þar fyrir þá nýja línu og svo bara búin til ný lína og alveg þangað til að það búið að koma öllum börnunum fyrir. Og svo getur líka sagt að í staðinn fyrir að fara í nýja línu sjálfgefið vinstra megin, þá hefur ég að fara í sjálfgefið hægra megin, þannig þá fyllist línan fyrir neðan frá hægri til vinstri eða frá vinstri til hægri. Og þetta svona eiginlega svona grunnurinn þegar við byrjum að nota flex. Við setjum display flex, við segjum hvert directionið sem við viljum að hlutirnir raðast í og við segjum viljum við að þegar ekki lengur pláss, viljum við að það myndist ný flex lína eða ekki. Þetta eiginlega svona þessi 3 hugtök sem við þurfum fyrir Flexbox og síðan koma núna 3 property viðbót sem svona sem segja okkur til hvernig við stýrum plássinu á milli hlutana. Þá höfum við justify content. Ég ætla bara að byrja að viðurkenna það. Þegar ég nota Flexbox þá þarf ég ennþá að prófa mig áfram til að muna hvað hvað. Af því að þetta ekki vel nefnd property. Justify content raðar á aðalásinn og þá höfum við flex start sem þeir segja bara
byrjaðu að raða öllum itemum sem koma inn í þennan flex container við flex start og þá horfir flex start á hvert flex direction, það column eða row, þá byrjar það efst upp í vinstra megin, ef það reversed, þá byrjar það annarkvort vinstra megin eða á botninum. Flex end það þá öfugt, center á miðjunni, space between, þá athugað, hvað þurfa öll börnin sem eru í þessu flexbox eða þessum flex container, hvað þurfa þau mikið pláss, þá bara reikna hvað þarft þú mikið pláss bara fyrir hvert einasta barn, hvað á flex containerin mikið pláss, því tekið, því deilt jafnt á milli itemana eða með space around utanum líka, þannig að það kemur pláss fyrir byrjun og fyrir enda og á milli og þá fáum við þetta cirka svona. Þannig að flex start, þetta sjálfgefna hefðunin, þannig þá fáum við fyrsta itemi hér og næsta, annarkvort ef við fáum með endan, þá raðað frá endanum, miðjað, bil á milli eða bil around og þá þessu drift eftir einhverjum reglum sem hérna sem við getum síðan haft áhrif á með það hversu mikið pláss hvert item tekur. Sjáum þá eftir. Síðan við með align content, þannig við með justify content og align content. Örugglega alltaf saman. Ég bara, meikar ekkert sens, það er bara fest ekki í hausnum á mér hvort hvað, þannig það alltaf, það hitt. Og það þá á cross-ásnum. Sjálfgefið stretch sem þýðir þá að öll itemin, þau stretcha það að verða jafn há og hæsta itemið. Eða start, end, center eða baseline og þá fáum við eitthvað svona og þá við með stretch sjálfgefið, þannig að ef við erum með mörg item þá tókastu til þess að vera jafn há og þetta var annað verkefni sem var bara fáránlega erfitt að leysa. Bara eitthvað, ég ætla að gera vef og hann á að vera með meginmál og hann á að vera með vinstri eða hægri valmynd og ég vil að vinstri eða valmyndin, hvort heldur sem hann og efnið sé alltaf jafn hátt og það var ekki hægt, það ekki hægt með float en með einhverjum brjáluðum hökkum, bara eitthvað, það vera með bakgrunnsmynd á body sem með myndina, með litin body, og jafnvel borderið sem á að vera, þetta bara svona 1 pixels há mynd sem hérna blá með 1 pixel af svörtu og ég ætla að setja það sem background repeat á uppslunás þannig að hún teiknast niður og þá fæ ég svona pseudo að það sé samræmi að valmyndin elti niður allan skjáin en hún gerir það ekki, þetta bara eitthvað algjört hakk en með þessu þá gerist þetta bara sjálfkrafa öll itemin þau stretcha sjálfkrafa þannig að ef við með 3 box á línu þá munu þau öll verða jafn há á hæsta boxið þannig að ef við lita þau eða eitthvað þá eru þau öll eins og litin og jafn há Skulum við skoða eitthvað svona frekar boring dæmi þegar hérna erum við með container til að zoom út hérna þannig að við getum séð hérna erum við bara með display flex á öllum containernum þeir eru allir með bleikan bakgrunn hérna og þá erum við með þetta miðjað ef við tek þetta af þá byrjar það efst þannig að þá raðast það efst þau eru öll með flex direction column en ef ég tek það af þá byrjaði að raðast eftir þá hérna aðalásinn frá vinstri til hægri í þessu tilfelli en með því að gera þetta núna þá aðalásinn frá toppi til botns þannig að þá sjáum við að þetta hérna á við hvort heldur sem þannig að við erum svo með space around hérna þá sjáum við að bilið á milli ekki jafnt í endunum og á milli space between þannig að þá öllu skipt jafnt hérna á milli og eftir því sem að glugginn minnkar þá bara jafnt dreifist plássið á milli svo erum við með flex start, flex end síðan erum við með fyrir raðir að þá erum við með hérna þá kannski þetta hérna áhugaverðast að hérna erum við með mörg box sem eru með wrap sem þýðir þá hérna að við erum með stekkum það aðeins þannig við sjáum þannig ég er með flex wrap þannig ef ég gerir það ekki þá bara öllum línunum raðað í sömu línuna
plássið minnkar þá þá reynir vafrinn einhvern veginn að teikna iteminn þannig að hann virði það sem við erum búin að segja að það eigi að vera 20 pixla padding, að það eigi að vera 100% width, að það eigi að vera eitthvað annað, border eða eitthvað, að vafrinn mun reyna eins og hægt þannig að við sjáum í raun að content svæðið hérna, þar sem að textin teiknast, ef við minnkum paddingi hérna, þá hefur textin aðeins meira pláss, en boxin verða bara hærri til að koma textanum fyrir, þangað til á þeim tímapunkti þar sem það bara ekki möguleiki fyrir vafran í raun að teikna boxin og þá í raun fáum við bara overflow á vafran sjálfan, því í raun það komið scroll á komið horizontal scroll út því að það bara ekki séns að því að vafrinn vill ekki fela efnið. Þannig þá bara ekki hægt að vera með gluggan minni en þangað til þá í raun dreifir vafrinn breiddinni jafnt. Og þá náttúrulega leið til þess að láta þetta gerast ekki, að hann fá ekki pláss, í raun að leyfa vafranum að setja iteminn í nýja línu eftir því sem að plássið klárast. Þannig þá fórum við hérna og þá núna eru þau komin í á endanum fara þau bara öll í línu niður af því það ekki lengur pláss fyrir fleiri en eitt item í línunni. Þannig að með þessu þá sjáum við erum komið með einhverju svona leið til þess að gera útlit sem að bregðast við í hversu mikið pláss til staðar til þess að teikna sig. Og með þessu getum við gert bara öll útlit sem við sjáum, bara með því að nota þessi eigindi og svo þetta eina viðbót sem við ættum að fara yfir hérna sem eða það sem við varum eftir að fara yfir sem í raun hvernig við getum látið hvert og eitt flex item síðan hafa áhrif á það hvernig það teiknast. Út í að stundum þá viljum við að eitt flex item geri eitthvað annað sér, að þú veist að það sé dregið út og það fari eitthvað annað og þá getum við sagt með align self að þá breytum við nákvæmlega því itemi hvernig það teiknast á meðan hinn teiknast öll eftir almennu reglunni, eftir því hvernig align items skilgreint. Svo þegar við erum í raun með no wrap þegar við erum með wrap á og þau fá að fara í þessar nýju línur að þá getum við notað align items til þess að breyta staðsetningu línana á þessum krossas. Þá getum við sagt, þú veist, þegar birtist ný lína, hvernig á hún að haga sér. Og þá það sjálfgefið, þá hún teygð, þannig að í raun línurnar eru teygðar til þess að taka alltaf pláss sem að myndast á milli línana eða við getum aftur raðað þeim eins og hérna. Þannig að þetta í raun, það svona ákveðið continuity í þessum gildum öllum saman. Og þá fáum við hvernig nýja línur myndast eða raðað, þannig að viljum við að það er eitthvað pláss á milli og ég vil, þú getur meðja þær, ég get látið þær fara upp í byrjun flex ársins eða að næstu flex línu eða í endan á henni eða það er eitthvað baseline sem þá eftir því hvar texti inn í bóksunum skilgreindur. Síðan fyrir hvert item, flex item inn í flex container, þá getum við sagt hvernig við viljum að þau taki pláss, hvort þau minnki, stækki eða hafi í grunninn einhverja stærð. Þá flex grow rauntala sem stærri en 0 og skilgreinir growth factor. Þannig ef að talan stærri en 0 þá segir ég vil hlutfallslega út frá öllum öðrum flex grow tölum hjá systkinum mínum þá vil ég vaxa svona mikið. Og ef ég eina itemi sem með 1, öll hinir með sjálfgefið 0 þá fær það item allt aukapláss. Þannig að allt aukapláss sem til staðar, það sett í þetta item. Og þá getur það stækkað á móti hinum. Hinn haldast lítil, að meina allt aukaplássi kemur í þetta item og það stækkar, breikkar eða hækkar. Þannig að ef við gefum öllum 1, þá fá þau öll jafndreift plássið. Og svo ef við hækkum, þá fyrir þetta að vera bara svona hlutfallslegur reikningur á milli. 1 með 2, 1 með 1 og 1 með 3 og þá reiknar vafrinn bara hlutfallslega á milli og dreifir plássinu. Bara eitthvað, já ok, samtals þetta 6, þú fær hérna 1/6, þú fær 2/6 og þú færð hálfan af plássinu.
og þetta oft bara það að setja Flex Grow á eitt eigindi eða eitt item getur gert það að verkum að útlitið okkar verður aðeins meira næs af því að þá dreifist plássið sem verður til eftir einhverjum reglum. Það verður ekki bara eitthvað svona handahófskennt af vafranum og þá það yfirleitt að vera með eitthvað svona pattern þar sem við erum búið til þess að við skoðum þessu eftirdæmi sem við erum búið til eitthvað card sem bara þetta klassiska, ég með titil, ég hugsanlega með mynd, ég með texta, ég með hugsanlega einhverja aðgerðir og ég með þetta einhvern veginn svona encapsulatað í einni mynd, hvort sem það frétt eða áfangi í lista af áfengum eða manneskjur eða tweet eða Facebook postar eða Instagram vídeó, þetta allt eitthvað svona dæmi með eitthvað svona card og þá veit ég hvað í því mikilvægast, myndin mikilvægast, þá vil ég hún taka alltaf auka plássið, ekki að metadatað það sem að gerast sé að fá jafn mikið pláss af því sem að til staðar. Svo samanskapi þá getum við skilgreint hvort að hlutur megi minnka. Þannig að þegar að vafrinn að reikna út, mér vantar pláss, ég tek plássið jafnt úr öllum, að þá get ég sagt nei, ég vil ekki minnka og það þá í raun sjálfgefið auto sem þýðir að það teki jafnt úr öllum itemum. Ef ég segi 1 þá vil ég vil ekki minnka og þá þarf ég að taka úr öllum hinum itemunum og þannig getum við gert þess að ég vil ekki að myndin verði eitthvað ákveðið minni, ég vil alltaf að hún sé ákveðið stór, hún á ekki að minnka þegar þá missist bara efnið marks. Svo getum við notað flex shorthandið sem að leyfir okkur að skilgreina öll þessi gildi í einu. Já, ég örugglega einhverju saman hana. Þá flex initial og þá þau minnka ef það ekki nóg pláss, þau munu ekki stækka umfram width og height sem skilgreint fyrir þau. Við getum sagt auto, þá fáum við width og height stækka eða none, þá má flex itemið hvorki stækka né minnka, það bara tekur þá stærð sem það með og það mun aldrei breytast þó að það sem minnaði meira pláss. Eða þá getum við sett tölu, þá skilgreinum við í rauninni growth faktor, 2 tölur, þá setjum við growth og svo shrink faktor og svo 3 tölur growth, shrink og svo þessi basis tala sem ég ruglaði þarna aðeins áðan. En basis segir í rauninni hver grunnstærðin, hver basis, base stærðin. Þannig þá getum við sagt, ég með eitthvað item, flex item sem má stækka, það má ekki minnka og í grunninn á það að vera 300 pixla breytt. Þannig að það má vera 300 pixla, það mun aldrei verða minni en það, en það mun hugsanlega verða stærri en það. Já, þessi stærð má aukast en hún má ekki minnka. Þannig að þá fáum við aftur eitthvað svona voðalega skemmtilegt dæmi það sem við erum bara aftur með display flex. Svo erum við með eitthvað box hérna erum við líka að breyta því í hvaða röð itemið þannig ég get látið það fara fram og tilbaka sem sést skelfilega á út af því að það ekkert gert neitt greinamunur á því, þannig að ég setja background color blue og ég færi það fram og tilbaka og þá get ég raðað því eins og ég vill svona, látið það hoppa fram og tilbaka í röðinni og það eru önnur item með order, þannig að þá þarf ég að ákveða ef það eru 2 með sama order þá þarf að internally að raða þeim svo hversu mikið það stækkar þannig að þá tekur það auka pláss, hversu mikið það minnkar síðan í einhverju öðru en þetta aftur svona bara frekar svona einfalt dæmi, þannig að við tökum dæmi sem aðeins meira relevant og spáum aðeins líka í hvað við erum að gera með útlitið en það sem við erum að sjá núna leið til þess að láta eitthvað element sem á sér eitthvað efni raða efninu innan sér efninu sem inni í sér og við getum alveg gert þetta bara frá grunni við getum bara sagt body display flex og bara röðum öllu þarna og svo kemur main og það display flex og svo bara eitthvað div og það display flex en við möttum að sjá hvernig við getum skipt upp svona þessum grófu póstum í útlitinu okkar hvað meginmálið okkar hvað valmyndin okkar, hvað headerinn okkar hvað footerinn okkar, þetta svona þessi klassísku element en síðan innan meginmálsins míns þá ég með lista af efni og inn í listanum ég með stök og þessi stök eitthvað svona card og innan þessar cards ég með titil og mynd og þá getum við verið að raða með flexbox
ítrekað í gegnum öll þessi element. Þannig að oft erum við með flexboxin í flexboxin í flexboxin í flexboxi. Það er ekkert að því og þá erum við bara að nota, nú vil ég þetta raðast hérna lóðrétt, nú vil ég þetta raðast lóðrétt og upp og niður, eitthvað stretchast öðruvísi og þannig útfærum við eitthvað útlit. Þannig við skulum enda á því dæmi hérna í dag. Sjá. Hefur display flex áhrif á hegðun foreldrisins? Nei, ekki nema að við setjum flex inline og þá er það bara eftir því hvernig það raðast í samræmi í eðlilegu flæði við systkini sín. En það er einmitt það sem við erum að koma í núna, er hérna flex item getur líka verið flex container. Það er svona eitt sem er bara mikilvægt að byrja að hugsa strax. Það getur verið með flexbox, inn í flexbox, inn í flexbox. Og þá er það bara hvað er minnsta einingi mín sem ég er að raða og svo get ég stigið út og þá get ég hort hérna. Ég er hérna með þetta hér. Ég vil raða einhverju takka hérna, hann á að birtast hérna í þessu horni, texti á að vera hérna í horni. Þessu raði ég með flexbox innan þessa hérna elements sem er hér. Ok, og svo zooma ég út. Þá er ég komið með þetta hérna efni sem er texta efni boxins. Þá vil ég vera með einhverja fyrirsögn, ég vil vera með eitthvað meginmál og ég vil svo vera með þennan fót hérna. Og ég raða þessu með flexbox til þess að geta stilt hvernig plássinu er dreift hérna á milli af því að ég vil í raun að þessi hérna sé alltaf í botninum. Ég veit síðan ef það er til mikið efni þá fáum við þetta hérna, meginmálið, það fáum við allt auka efni, þannig ef eitthvað stækkar þá er þetta hérna að taka efnið. Ok, og svo zooma ég ennþá lengur út og þá er ég með í raun myndina í tengingu við texta boxið sjálft og þá raði ég myndinni og textanum og þá er ég bara myndin sé hér og hún taki ákveðið pláss alltaf og síðan auka plássið sem komið til að það fari annarkvort í myndina eða í textan og síðan fer ég eitt level út í viðbót og þá er ég komið með hvernig ég tek hvert einasta af þessum hlutum og raða þeim síðan í þessum container sem inniheldur þá öll þessi 7 item hér og svo get ég farið aftur út og þá er ég með hugsanlega einhverja valmynd hérna og einhvern header og þá get ég farið aftur út og þá er ég með headerinn og meginmálið og fótinn. Þannig þú gætir alveg að maður grefur sig frá ysta lagi bara frá body og inn í neðst í trén og þú getur ég vilja að fara í gegnum 10 flexbox flex containera sem að raða sér þarna í gegn af því það er alltaf bara verið að horfa á í minnstu einingu og út og þetta kemur inn í þetta hvernig við skipuleggjum og hvernig við röðum og hvernig við skrifum CSS-ið okkar skipulega til þess að hafa bara vita hvað við erum að gera og það eru margar leiðir til þess og þetta er orðið það mikið að það er bara svona stór partur af vefforritun og vefhönnun í dag er að búa til svona hönnunarkerfi og þá er það bara eitthvað hvernig tölum við saman sem hönnuður og forritari það hvernig við ætlum að staðsetja og láta hluti virka og hvernig þeir eiga að birtast á skjá og hvernig síðan hannar hönnuður þetta kerfi og hvernig útfærir forritari þetta kerfi og þá getum við vanlega bara útfært kerfið einu sinni og svo get ég bara sagt hér er hönnunarkerfi svo kemur einhver nýr forritari inn og það er að búa til einhverja síðu með einhverja virkni þá get ég bara pikkað út hluti og þá get ég pikkað út þetta hérna card útlit eða jafnvel eitthvað takka útlit eða jafnvel eitthvað takki með texta útlit og þá get ég sett það inn í útlitið þar sem ég þarf það því að ég þarf ekki nákvæmlega svona ég þarf reyndar að vera með mynd líka hér og ég þarf að vera með 3 takka hérna í fætinum þá er það bara eitthvað stilling í hönnunarkerfinu og ég hendi inn elementum með fyrirfram ákveðnum klassnöfnum og þá teiknast útlitið fyrir mig og ég get búið til hratt og örugglega til eitthvað útlit en við erum ennþá stödd á þeim stað að við erum bara eitthvað ok, hvernig búið til þetta útlit þannig að við gröfum aðeins inn í þetta og förum hérna í þetta þá erum við með eitt svona card kannski förum yfir í þetta hérna þannig að við skoðum bara aðeins hvernig HTML lítur út þannig að við erum bara með eitthvað hérna section card svo erum við með eitthvað hérna div class image og inn í því er eitthvað mynd
svo erum við eitthvað content, við erum eitthvað heading, við erum með eitthvað efni hérna, við erum með eitthvað button. Þannig að við erum í rauninni með 1, 2, 3, 4, 5 á dýftina í þessu hérna. Hvað kemur inn hérna? Þannig hérna þú veist, elementi og svo þegar við skoðum í raun hvernig við erum að raða þessu. Ef við byrjum ist hér, þá erum við með eitthvað content hérna. Við förum hérna í content undir cards. Þannig að cards er í raun containerinn. Það er utan allt efnið á síðunni og það sem það gerir er að setja hámarksbreidd, segja hver breiddin er. Þetta var bara alltaf að taka 100% en aldrei meira en 1000 pixla breidd. Það á að vera miðjað innan þess foreldri sem það er, sem er þá í raun bara body. Þannig að þá fáum við í raun þetta miðjaða efni hérna bara. Síðan erum við með card content og síðan þar er eitthvað margin bottom sem bara setur eitthvað margin hérna, þannig að þetta verður ekki alveg við botnin. Svo segir við bara display flex, align items stretch og flex wrap. Þannig að það er það sem segir að þegar að ef við tökum þetta, þá raðast öll þessi kort bara niður. En það sjáum við samt að þau halda sér internally, eru þau alltaf eins. Þannig að það er bara hvernig raðast þau sem heild, sem þessi 7 hluti sem þarf að raða. Þetta skiptir ekki máli þarna og ætti ekki að vera, en ef við erum ekki með flex wrap, þá raðast þau bara öll á main axisinn, en við viljum það ekki, því þetta lítur ekki vel út. Þannig að við viljum í raun að þau fari í nýja línu þegar þeim vantar meira pláss. Síðan erum við með card, þar fáum við annan flex container og hann raðar sitt efninu innan hvers cards í niður og þá segir við bara display flex og flex direction column og það er þá til þess að taka allt efni hérna sem er í raun þetta image og content, bara þessi 2 hlutir hér og raða þeim niður. Þannig ef við fjarlægum myndir svona þá raðast myndin fyrst og svo efnið og það er ekki eins og við viljum. Heldur viljum við í raun það raðast myndin fyrst og svo komið hitt niður og ef við tökum display flex af þessu þá gerist ekki mikið nema að við missum þetta stretch. Þannig að þá verður það í raun itemin ekki jafn há og það verður til þess að borderinn sem við erum með á contentin okkar hérna, hann fer að birtast ekki á þeim stað sem við viljum. Af því að við viljum í raun hafa borderinn á contentinu en ekki á öllu kartinu, af því að þá getum við stýrt í betur hvað gerir til þess að við viljum ekki hafa border á myndinni. Þannig að myndin hérna er ekki með border, heldur bara contentið. Þannig að hérna byrjar borderið nákvæmlega hér en fer ekki yfir myndina. Og þetta getur bara verið svona núansar í hönnunni sem við viljum virða. Síðan fyrir við inn í contentið og þá erum við með í raun þessi hérna 3 hluti og contentið segir þá aftur þá að raðast niður. Þurfum að fyrir aftur hérna. Og svo vil ég setja space between, en það skiptir ekki máli því að það sem ég er búin að gera hérna er að segja að þessi hérna er með flex 1 sem er þá í raun, nú er ekki með flex 1, þannig að þá fá öll itemin dreifa þau með sér auka plássinu en þá fáum við svona ójafnvægi í þetta þar sem að þetta lítur ekkert sérstaklega vel út. En ef við setjum þetta þá fer textin alltaf upp að því þar sem að fyrirsögnin endar sem að er eðlilegra en hérna kemur til dæmis aftur svona hlutur sem er oft erfitt að kommunikata við hönnuði er það að þegar við erum með efni sem getur verið alls konar þá getum við ekki látið það alltaf líta geðveikt vel út. Af því að ef við förum að vinna á móti hönnuði þá eru hönnuskjölin yfirleitt þannig að allir hlutirnir eru með bara akkurat fullkomnu efni sem er þá, þú veist, í þessu tilfelli taka alltaf nákvæmlega eina línu eða alltaf nákvæmlega 2 línur þannig að það er alltaf hægt að draga línu hérna í gegnum allan texta og allan titla. En það er bara ekki hægt ef við ætlum að búa til responsive vefi að láta þetta vera alltaf eins og þá fær maður stundum að sjá að það er búið að setja til dæmis á headingið, það er búið að setja einhverja ákveðna hæð. Þetta á alltaf að vera einhverja ákveðna hæð. Svo kemur stak eða frétt, til dæmis ef þið horfið þegar komið heim og farið að skoða fréttamiðlana þá skulle reyna að sjá þetta þegar þið getið séð þegar það er verið að gera þetta. Þeir eru með frétt sem er jafnvel bara 2 orð. Þá kemur síðan eitthvað svona skrítið bil frá þessum 2 orðum að textanum. En þá er út af því
það var tekin ákvörðun það að það væri yfirleitt texti sem passar nákvæmlega í 2 línur í fyrirsögnunum og þá lítur það vel út. Þegar við verðum að satisfæja þessu að það sé einhver svona lína í efninu hérna. Og þá kemur aftur líka, sjáðu eftir svona ellipsur, svona 3 punkta sem koma eftir annarkvort efninu eða fyrirsögninni og þá það út af því að við viljum ekki að efnið okkar brjóti útlitið. Við viljum öll bóksin okkar séu jöfn löng, öll textabóksin séu með nákvæmlega jafn mikið texta og þá erum við bara að skoða, já, ef að textin akkurat 180 stafir, þá lítur þetta vel út. Þannig að ég tek bara, ef það eru yfir 180 stafi, þá sker ég bara af restina og set punktur, sem svona ekki leiðin fyrir vefinn ef við hugsum það í grunninn, af því að vefinn millir bara hæðin stýri kontentinu. Og þá það frekar að leysa þetta í samtali við hönnuðinn, þannig að við séum að taka þessar ákvarðanir og við erum að skoða hvað gerist ef það kemur ógeðslega mikill texti, hvað gerist ef myndin kemur inn og hún í landscape eða hún í portrait, hvernig brotnar útlitið þitt og þá það bara, við þurfum að búa til reglurnar sem segja til að þegar við höfum tólin sem segja til að myndin getur verið, það getur verið skorið af henni svona, hún getur verið plassuð svona, textin getur hagað sér svona, efnið auka plássið getur orðið til hér og það miklu meira svona robust leið, miklu meira svona resilient leið til þess að búa til vefi en í staðinn fyrir það að horfa á einhverja hönnun sem bara svona pixel perfect upp á vissu marki og útfæra hana nákvæmlega og síðan kemur notandinn og byrjar að setja inn eitthvað efni og það bara eitthvað, já, herri, það allt brotið hérna, ég setti inn mynd sem var aðeins og öðruvísi og það bara eitthvað, fór allt í klessu. Þannig að gera það þegar við erum að útfæra efnið okkar, að svona pressure testa hönnunina í raun mjög gott og svona okkar hlutverk í því að hugsa alla þessa hluti sem hugsanlega ekki búið að taka ákvörðun af því að það bara verið hvernig þetta lítur út. En þetta dæmi í raun byggt á bara sýnidæmi eða sýnilausn úr verkefni frá því fyrra þar sem að þetta svona ég geti skoðað líka nákvæmlega hvernig það þetta bara svona niðurstrípuð lausn á því en Flexbox það kemur en það þarf svona svolítið að hugsa þetta og það bara þetta að muna, þetta eru 2 ásar, við getum raðað hlutum á þá og síðan að við getum verið með Flexbox inn í Flexbox inn í Flexbox. Það eru svona 2 svona lykilkonsept í þessu þegar ég farið að fikta í þessu.